Komið heil og sæl og verið velkomin í föstudagsþáttinn. Í dag þá ætlum við að fjalla ýmislegt. Við erum hérna í Pakkhúsinu í innbænum á Akureyri og við ætlum meðal annars að fá í heimsókn til ykkar fólk og nemendur úr nemendafélagi Verslunarskóla Íslands og heyra aðeins söngleik sem þeir eru að setja upp og ætla að koma hingað norður. Við ætlum líka að heyra í fulltrúum Akureyrarstofu og fjalla aðeins það sem er í boði fyrir ferðafólk og heimamenn hérna á Akureyri. Og svo ætlum við að fjalla leikfélag Akureyrar aftur en það er frumsýning á Lísu í Undralandi í kvöld og ég veit að það er mikill frumsýningastemmari þar. Við ætlum hins vegar að byrja á því að tala aðeins hérna við fulltrúa Kvikindis sem er kvikmyndafélag hérna á Akureyri og tala kannski hvað þið að fara að hefja samstarf við Bíó Paradís. Já, það er reyndar þegar hafið. Við erum búin að sýna eina mynd, heimildamynd Nick Cave sem við sýndum síðustu viku og gekk glimrandi vel. Já, og framöndan eru 3 sýningar, 3 myndir sem hafa vakið mikla athygli, bæði á heimsvísu og síðan hjá þeim fyrir sunnan. Og í næstu viku, 5. daginn, 2. mars, þá ætlum við að sýna sænsku myndina Túrist, sem margir hafa séð og ég er mjög spenntur að sjá. Og síðan eru þetta 2 sýningar til viðbótar í byrjun apríl og maí. Og kannski ber hæst rússnesku myndina Leviathan sem var tilnefnd til Óskarsverðlauna sem besta erlenda myndin, vann reyndar ekki og ég sá daginn og var svo hrifinn að ég tel að þetta sé mynd ársins. Og síðan endum við á mjög merkileg mynd frá Úkraínu sem fjallar lífið í heyrnleysingaskóla og það sem er merkilegt við hana fyrir utan annað er sú staðreynd að hún er bara á táknmáli og er ekki textuð eða neitt. Það er bara líkamstjáningin sem blífur þar. Já, og hvernig ætlaði að sé nú fyrir okkur sem kunnum ekki táknmál að fylgjast með þeirri mynd? Já, eins og þið segja í trailerinu að tilfinningar eins og ást og hatur, það fer ekkert milli mála. Nei. Já. Orð eru óþörf. Já, í rauninni. En þessi rússneska, þú vorum aðeins að spjalla hana, hún hefur vakið mismunandi kátínu í heimalandinu að minnsta kosti. Já, þrátt fyrir hún hafi verið gerð með styrk frá stjórnvöldum, þannig séð, einhverjum kvikmyndasjóðu þar, að þá komu fljótlega þessar raddir að það væri nú ekki verið að bregða upp raunsannri mynd af lífinu í Rússlandi, þetta væri nú óþarflega neikvætt. Ég mitt rifjaðist upp fyrir mig hvernig móttökur sjálfstætt fólk bókin fekk á sínum tíma. Jónas frá Hriflu og þeir voru ekki hrifnir af því að það væri verið að bregða upp svona neikvæðri mynd og hvers konar landkynning þetta væri. En þessi mynd Leviathan, hún fjallar ekkert bara Rússland, hún fjallar allstaðar þetta vandamál sem er allstaðar, þar sem að lítill kall er að reyna að hjóla í óréttlátt kerfi. Og við þekkjum þetta bara úr þessu bæjarfélagi eða Íslandi eða hvað sem það er. En ekki kannski endilega hlutverk listarinnar að vera ímyndasköpun, jákvæð ímyndasköpun fyrir land og þjóð? Nei. En þú ætlar að fara að sjá sjálfstætt fólk? Já, ég ætla að fara suður bara á eftir og fara í Þjóðleikhúsið á morgun. Búin að bíða lengi. Þetta er nú eina af mínum uppáhaldsbókum. En Óskarsverðlaunahátíðin, hún var nú haldin hérna á dögunum og margir sem fylgdust með henni, jafnvel þó þetta sé náttúrulega alltaf að næturlagi okkar tíma. Já. Þú hefur væntanlega fylgst með eða hvað? Já, ég reyndar vakti ekki. Ég get það ekki. En daginn eftir horfði ég á þessa 4-5 tíma með einhverjum hléum. Þetta er alltaf skemmtilegt. Ég hef horft á það frá ég var 5 ára örugglega og maður sógast alltaf inn í þannig glamúr. Og það er líka hluti á Óskarnum er að vera pínu dálítið ögrandi. Ekki þannig að það verið mjög óþægilegt en það er verið að reyna að koma að þessum jákvæðum skilaboðum að bæta eitt og annað á jörðin okkar og svoleiðis. Og varstu sammála? Maður setur nú alltaf og velti fyrir sig hvort að þetta sé réttur dómur á myndirnar? Þetta er náttúrulega bara tilviljunum háð hvaða myndir lenda þarna inni. Það voru ótrúlega marga flotta myndir sem voru tilnefndar. Hverjar standa upp úr á þínu mati á síðasta ári? Ég missti af Birdman, ég verði viðurkenna það, ég átti að sjá hana. Grand Budapest Hotel var ofsalega flott mynd og sést að hún er svo mikið bíó. Svo sjónræn. Já. Og eiginlega leikhús næstu því. Já, og líka bara þessi blanda af stílum, teiknimynd,
Ég horfði einmitt á hana með syni mínum í gær sem er 11 ára og þetta var svo mikil ögrun fyrir hann. Þú veist, hann var að velta fyrir sig býtu, þetta er svo gerfilegt. Af því að stundum koma atriði sem eru bara teiknuð. En já, ég var mjög hrifinn af henni. Já, og fyndin. Já. En myndirnar hjá Kvikindi, hvar ætlið það að sýna og hvernig getur fólk svona? Já, ég bendi fólki að fara inn á heimasíðun okkar og Facebook síðu félagsins, kvikindi.is. Og við erum í mjög góðu samstarfi við Bíóparadís. Þeir hafa verið mjög jákvæð í það að vera okkur innan handar og ég vona að þetta sé samstarf til framtíðar. Og síðan er samstarfi við Sambíóin hérna á Akureyri ekki síðra. Tommi, þar er hérna okkur algjör haukur í horni. Og þetta er sem sagt, þetta eru 50 dagar klukkan 6 og hérna á næsti 50 dagur. Þá sýnum við Túrist, síðan sýnum við Leviathan, byrjun apríl og Tribe. Þannig að fólk getur kannski kíkt á Facebook bara til þess að algjörlega, það er öruggast. Ég get nú eiginlega ekki sleppt þessari bíóumfjöllun að nefna það sem að flestir tala 50 Shades of Grey. Já. Ertu búin að láta vaða á hana? Nei, ég fór í bíó daginn á mjög sérkennilega mynd sem heitir Kingsman. Og þá var ég að gantast við félaga minn sem ég hitti þarna og ég kom með þá tilgátt að hann hefði keypt sín á Kingsman til að geta laumast inn á 50 Shades of Grey. Hann var nú hálf fói yfir því. En hún er að fá hryllilega dóma. Já, þetta er... Hvað 3 eitthvað á IMDb held ég. Ég hef ekki séð myndina, ég hef gluggað þessar bækur og fleira í þessum seríum. Og þetta er allt saman mjög einkennilegt. Það er fullt af myndum úti sem fjalla samskipti og kynlíf sem eru ögrandi og sannar og þessi er ekki einu af þeim. Nei. Og svona félagsfræði púkinn í mér og svona kennarinn, hann er dálítið efins þau skilaboð sem þarna eru á ferðinni. Það sem er augljóst er að þarna er verið að normalisera visst atferli og það getur vel verið að þetta sé bara styrkt af einhverju hjálpartækja framleiðendum. Já, einhverju handjárnaframleiðendum. Þessi mynd var í boði. Já, kemur ekki óvart. Nei. En ég meina, síðan vitum við það að fólk fer í bíó og það er ekki það áhrifagjarnt að þetta er bara hluti af flórunni. Nei, þú fer ekki að kaupa svipu og leiðin út. Já, það er kannski til í sjoppinu. Já, kannski. Þetta er til, svona lakríssvipu. Já, allavega takk fyrir komuna og fólk bara að gera að fylgjast með því sem Kvikindi er að gera og auðvitað Bíóparadís fyrir sunnan, alltaf gaman að sjá aðeins myndir sem eru kannski ögrandi með öðrum hætti en 50 Shades en við höldum áfram hérna eftir augnablik.